Núna skulum við skoða annan launaseðil sem miðar við föst mánaðarlaun. Launaseðilinn skiptist oftast í tvennt, í laun og frádráttur og þar eiga allir liðir að sjá sundurliðir. Skoðum launaliðin nánar. Efst í honum eru eftirfarandi yfirflokkar. Fyrsti flokkurinn er tímafjöldi eða unnar einingar. Það eru þeir tímar sem starfsmaður hefur unnið í mánuðinum. Þessum tímum er svo skipt niður eftir dagvinnu, eftirvinnu, næturvinnu og yfirvinnu eftir því sem við á hverju sinni. Næsti dálkur er taxti, en sá hluti sýnir það kaup sem þið fáið fyrir vinnu ykkar á klukkustund. En taxtin er misjafn eftir því hvort dag, eftir, nætur eða yfirvinnur að ræða. Svo kemur upphæð. Hér sjáum við heildar upphæðina sem við fáum fyrir unna tíma. Hérna er búið að margfalda saman fjölda vinnutíma við tímakaupið. Aftast í þessum hluta er svo oft heildar samantekt á öllum þessum liðum frá áramótum. Þar eru teknir saman allir þeir tímar og þær upphæðir sem þið hafa unnið ykkur inn og fengið greitt fyrir. En skoðum sundurliðina aðeins nánar. Þegar föst mánaðarlaun er að ræða, þá fær starfsmaður alltaf sömu laun fyrir 100% starf í mánuði. Þá sjáum við þessa tölu hér undir tímar og einingar og er þessi tala alltaf svo sama. Föstu mánaðarlaunin sem starfsmaður samdi koma svo undir bæði taxtadálkin og upphæð. Þessi starfsmaður safnar sér orlofstímum. Þessi tímar samsvara dögum í orlofi frá vinnu og safnast upp í hverju mánuði fyrir orlofsárið. Orlofstímanir eru svo reiknar yfir í orlofslaun sem starfsmaðurinn fær útborgað á meðan hann fer í frí eða orlof. Eins og við sjáum hér þá er 10,17% orlof svona margar orlofsstundir á mánuði fyrir starfsmann í skrifstofustarfi. Þessi tala er mismunandi eftir hvort afgreiðslustarf eða skrifstofustarf er að ræða og þá líka hversu marga orlofsdaga. Þið getið séð upplýsingar hvernig orlofsstundir eru reiknaðar út frá orlofsdögum inn á þessari slóð hér. Það er nauðsynlegt að hafa í huga að vinnslutími orlofs er frá 1. maí til 30. apríl ár hvert og er sumarleyfistíminn 2. maí til 15. september. Einstaklingur byrja því í raun að safna sér inn sumarfrístögum frá maí árinu á undan. Á launaseðli eiga að sjást uppsafnar orlofsstundir. Hérna sjáum við að þessi starfsmaður hefur sem sé safnað sér svona mörgum orlofsstundum frá áramótum. En það sem orlofsárið nær í raun ár aftur í tíman á launaseðlinn einnig að sýna hversu mörgum heildarstundum starfsmaður hefur safnað sér á orlofsárinu, sem er eins og áður sagði frá 1. maí frá árinu undan og til 30. apríl næsta ár á eftir. Þessi starfsmaður hefur unnið meir en 100% starf sem er í hans tilviki þetta margir tímar. Hann fær því þetta marga tíma í yfirvinnu. Yfirvinnutaxtin er reiknaður út frá föstu mánaðarlaunum og er gott að nota reiknivélina inn á waffer.is til þess að finna út hver taxtin á að vera. Í þessu tilfelli er það þessi tala hér. Út frá þessum upplýsingum fáum við upphæðina sem þessi starfsmaður fær fyrir yfirvinnu á tímabilinu. Eins og þið takið eftir kemur hér önnur orlofslína. Það er algengt að þegar starfsmaður með föst mánaðarlaun vinnur í yfirvinnu að þá er reiknað sér orlof á þau laun og það lagt inn á orlofsreikning. Starfsmaðurinn fær svo orlofið á orlofsreikning greitt út í maí. Þessi starfsmaður er því bæði að safna orlofsstundum og orlofi af yfirvinnu inn á reikning í þessu mánuði.